Borgar sig að vanmeta menntun. Þetta var yfirskrift málþings sem fór fram í gær. BHM hélt það og þar var kynnt ný skýrsla Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands virði háskólamenntunar. Þekking sem tryggir framtíð Íslands í hættu. Ísland að dragast aftur úr viðmiðunarlöndunum. Og þessi nýja skýrsla, hún sýnir að arðsemi háskólamenntunar hér á landi hefur aldrei verið minni en núna með því lægsta sem gerist í OECD-ríkjunum. Hlutfall ungs fólks með háskólamenntun undir meðaltali og undir markmiðum Evrópusambandsins. Þróunin hér á landi, hún í andstöðu við það sem hefur verið að gerast í nágrannalöndunum. Verst koma þeir út sem sækja sér æðri menntun í listnámi. Neikvæð fjárhagsleg útkoma getur blasað við hjá þeim eða við þá sem að hætta námi taka stúdentspróf og setja þar punkt. Og ég nefni þetta í samhengi við það að það heilmikil umræða það í samfélaginu að við séum ekki að sinna listum, listsköpum eða jafnræði barna og ungmenna til listsköpunar sem skyldi. Inn í þetta samhengi mætti líka draga að samkvæmt svörum sem Dagur B. Eggertsson borgarstjóri fékk á dögunum við fyrirspurn, þar að segja fyrrverandi borgarstjóri, núverandi þingmaður Samfylkingarinnar á dögunum. Það eru 60.000 fermetrar í húsnæði, 60 fermetrar af húsnæði í eigu ríkisins. Standa auðir út allt land og ég rak augun í umræðu það mál á Facebook síðu dags. Þar blanda hún sér í umræðina hún Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, söngkona og skólastjóri söngskólans. Og ég ætla að ræða við hana núna næstu 40 mínútur eða svo. Sittkvað af því sem að ég hef drepið á. Vertu velkomin. Já, takk kærlega fyrir að bjóða mér hérna í þáttinn. Mjög ánægjulegt. Heiður að fá þig. Takk fyrir. Þú sem sagt hafðir afskipti í umræðinni af þessum 60.000 fermetrum, ef við byrjum bara þar. Þú sást leið til þess að minnka efnahagslega stéttaskiptingu, fjölga möguleikum barna sem að kannski ekki búa við mjög sterkan fjárhag foreldra þeirra og varst að svona velta fyrir þér hvernig við gætum brúað bilið sem meðal annars var fjallað hjá Ríkisútvarpinu fyrir skemmstu að það eru jú ekki öll sem hafa efni á að stunda tónlistarnám og svo eins og ég nefndi áðan í inngangnum þá þurfum við líka að búa til sterkari hvata fyrir þá sem að fara alla leið. Einmitt, já. Já, ég rak augun í þessa færslu hjá Degi, mjög áhugavert að skuli minnast á þetta, því að reyndar held ég hafi verið tekið fram að 25% eignanna væru með mikluvandamál, eins og náttúrulega ótrúlega algengt á Íslandi. Já. Og bara ég skil ekki af hverju, hvernig við getum ekki byggt húsin okkar betur eða hugsa betur þau, svo að fara ekki svona mikið til spillis. En það sem ég var að velta fyrir mér þegar ég skrifaði svona athugasemd við þetta eða komið þessa hugmyndin var að það væri sniðugt að nýta eitthvað af þessum 60.000 ónotuðu fermetrum í til dæmis að nýta þá fyrir tónlistarskóla ef það hendar og þá ég að tala 75% sem eru ekki mikluð. En vegna þess að og ég var þá líka sett þetta í samhengi við erfiða stöðu tónlistarskólana. Já. Og reyndar sérstaklega í Reykjavík. Nú hefur mikið verið svona sótt að tónlistarskólanum. Ég veit ekki sé mikið þetta, ég held að fólk kannski hef ekki alveg áttað sig á því en það var niðurskurður, rúmlega 7% niðurskurður núna síðast á sviði Reykjavíkurborgar varðandi menntun og frístundir. Einmitt. Og þetta þýddi 7% niðurskurður til allra tónlistarskólana. Sem svakalegt. Sem rosalega mikið.
og þar að auki sko Fyrir ekki rekstrarkostnaður að hækka með hækkandi launum? Sko í rauninni ætti kerfið að vera þannig að kennslukostnaður í tónlistarskólum ætti að vera greiddur af hinu opinbera en svo rekstrarkostnaður af skólagjöldum og rekstrakostnaður þá húsnæði og bara hiti, rafmagn, ritari líka, þrif, bara allar þú skrifstofuvörur og svoleiðis. En það sem að gerist sko ítrekkað að þeirra verður svona niðurskurður og þar hefur ekki fekk til dæmis söngskólinni í Reykjavík sko 23% niðurskurð frá ríkinu fyrir mið- og framhaldsstig núna fyrir þetta skólaár. Þannig að við erum náttúrulega bara í sjokki sko og og ég er búin að Já, nei, þetta náttúrulega bara, þú veist, kannski ekki til fjölmiðlum og fólk ekkert að velta þessu fyrir sér, en það sko þannig með sko fjármagn á bak við tónlistanám að í söngnámi á Reykjavíkurborg að greiða kennslukostnað, þar að segja laun kennara, fyrir grunnstig í söng og þetta eru sko 3 stig í tónlistarskólum sem ekki háskólastigi á Íslandi, er grunnstig, miðstig og framhaldsstig. Og þetta eru svona gömlu 7 stigin í kerfinu, áður var þetta 8 stig og svo var þetta að taka burtfarapróf, einleikarapróf í gamla kerfinu, núna heitir þetta grunnstig, miðstig og framhaldsstig. En miðstig og framhaldsstig þar á kennslukostnaður að greiðast að ríkinu í gegnum jöfnunarsjóð. En sko peningarnir sem koma eru bara virðist vera einhver svona handahófskennd upphæð sem að nægir ekkert sko til þess að kenna það sem að þarf að kenna. Og því að bara ríkisstjórnin ákveðna upphæð sem fyrir jöfnunarsjóð og jöfnunarsjóður greiði fyrir ýmislegt og svo fara þessar upphæðir á sveitafélögin og svo skipta sveitafélögin þessum upphæðum á milli málaflokka og þar með eru tónlistarskólanir. Þannig að það er Reykjavík þá sem ákvarðar hvað söngskólinn í Reykjavík fær mikið og núna fengum við 23% minna heldur en í fyrra sem er náttúrulega bara sjokk því að við erum að reyna að halda náttúrulega áfram að kenna fólki sem er búið að vera í námi, er komið í mið- og framhaldsstig og við viljum náttúrulega útskrifa nemendur en þetta þýðir bara við þurfum að skera niður töluvert í kennslu sem að þýðir náttúrulega minni vinnu fyrir kennarana og þetta er 23% sko, það er niðurskurður á miðstigi og framhaldstigi og 7% niðurskurður á grunnstigi í Reykjavíkurborg og þetta kemur á sama tíma að það hafa orðið launahækkanir kennara sem við náttúrulega fögnum en við fögnum því ekki ef að launahækkunum fylgir niðurskurður sem þýðir að sko þeir sem að fá að kenna fá hærri laun en færri fá að kenna, við fáum að kenna færri kennslustundir. Þannig að og þar auki sko þessar launahækkanir sem á orðið ríkið hefur ekki brugðist við þeim þannig að við erum bara með sko sömu upphæð og vorum með það verða launahækkanir en skólarnir fá ekkert auka pening frá ríkinu þannig að þá spyrum við hvernig á þá að greiða launin vegna þess að í rauninni á ekki að greiða laun með skólagjöldum. En að lokum þá verður einhvern veginn að greiða launin þannig að annarkvort verður að nota skólagjöld eða reyna að fá einhverja styrki eða bara selja húsnæði en það sem ég var að tala í sambandi við færslu dags var sko... En má ég að spyrja nú koma því að hafa þá ekki sko skólarnir verið að hækka skólagjöld? Jú. Og skólagjöldin sko geta verið bara mjög há og þannig og ef að þau eru há þá náttúrulega hafa efnaminni fjölskyldur minni möguleika á því að senda börnin sín í tónlistanám og þá verður tónlistanám einhvers konar elitunám sem að við viljum ekki að sé raunin og ég myndi náttúrulega helst vilja lækka skólagjöldin en það sem ég var að tala sko í sambandi við þá þessa fermetra sem standa auðir þá er hugmyndin mín að ríki myndir bara láta tónlistarskólana fá fermetra undir sína starfsemi svo að skólarnir þurfi ekki að standa undir þeim kostnaði með skólagjöldum vegna þess að þá getur skólagjöldin lækkað og þá getur fleiri krakkar haft aðgang að tónlistarnámi og ekki bara börn efna meiri fjölskyldna. Getur húsalega verið til dæmis mjög mikill kostnaðarliður? Já, bæði húsalega og svo reynda líka sko fasteignagjöld ef að skólarnir búa það vel að eiga eigið húsnæði. En það er þannig sko skólarnir í Reykjavík, tónlistarskólarnir, þá er ég ekki að tala um skólahljómsveitirnar heldur skólana, að þeir eru sjálfseignarstofnanir og þannig að sko Reykjavíkurborg rekur ekki tónlistarskólana. Þeir reka sig sjálfir og eru á framlögum frá Reykjavíkurborg en framlögin eru mjög ótrygg. Þannig að skólarnir eru alltaf í einhverju svona limbo að reyna að komast af
og nú var ég ráðin sem skólastjóri fyrir 1 ári við Söngskólann í Reykjavík og mjög áhugavert starf og svoleiðis, en ég hafði alls ekki áttað mig á hvað þetta var mikil rekstur, eða það að segja það sem ég að glíma við sem skólastjóri mér mikið bara að reyna að halda skólanum á floti þú veist, með öllum þessum niðurskurði sem kemur frá ríki og borg, þú veist, í staðin fyrir að vera kannski bara einbeita mér að gæðum námsins og svoleiðis, að þá ég alveg með Excel-skjölin á fullu, en á sama tíma máttu, þú veist, má skólastjóri ekki vera viðskiptafræðingur vegna þess að skólastjóri verður að vera það sem heitir tónlistakennari 3, þetta er manneskja sem með staðgóða tónlistamenntun og ég með masterspróf í tónlist, en ég ekki viðskiptafræðingur, en ég samt bara situr framan Excel-skjölur og reyna að láta þetta allt ganga upp, og aðstoðarskólastjóri má heldur ekki vera viðskiptafræðingur. Við erum þetta búin að skera það mikið niður í Söngskólanum til þess að lækka rekstrakostnað að við erum ekki með neitt aðstoðarskólastjóra og við erum bara með ritara í 75% starfi og við erum bara að reyna að draga úr öllum kostnaði eins og við mögulega getum, en halda samt alltaf gæðum kennslunar gangandi. Maður spyr sig hvort hæfileikum þínum menntun og reynslu sé vel varið í allan þennan Excel-tíma. Nei, í raun ekki og það sem Reykjavíkurborg gæti líka gert væri kannski að styðja skólana með alla þessa miklu skrifstofun, og svo krefst Reykjavíkurborg líka þess að skólarnir séu með endurskoða ársreikninga, og það mjög mikil kostnaður líka sem að skólarnir þurfa að bera, kemur þá líka af skólagjöldum, og þannig að nei, og ég heldur að væri bara betra ef að Reykjavíkurborg myndi reka skólana eins og reynda mörg önnur sveitarfélög gera. Já, bara stíga skrefið tilbaka. Já, í rauninni og sveitarfélög í bara kringum Ísland að reka sína tónlistarskóla, það reynda mismunandi form á þessu, en og svo líka áhugavert að það já, það háskólagjöld í Reykjavík og það líka mjög langi biðlistar í tónlistarnám og svo líka að þá setti Reykjavíkurborg nýlega aldurstakmörk á tónlistarnám. Þannig að áður þá, ef þú hafðir áhuga á að stunda tónlistarnám, þá kannstu farið í tónlistarnám, en núna getur ekki farið í hljóðfæranám eftir 18 ára aldur og þú getur ekki farið í söngnám eftir 25 ára aldur. En margir af okkar bestu söngurum eins og bara Kristinn Sigmundsson og Kristján Jóhannsson og Dittu, þau voru að stunda sitt nám eftir þann aldur þó að þau byrjaði að syngja fyrr, En það væri ekki hægt að leipa þeim inn í grunnnám, þú veist, í söng í Reykjavík í dag. En þessar reglur bara við í Reykjavík, þær eru ekki, þú getur alveg farið bara í nám á Húsavík eða í Reykjanesbæ, en ekki Reykjavík. Þannig að í rauninni standa nemendur í Reykjavík höllum fæti gagnvart landsbyggðinni. En mörgum finnst kannski að Reykjavík ætti að vera leiðandi. Nákvæmlega, einmitt. Og nú ég söngkona, þannig að ég er tónlistarmaður og náttúrulega sé hver jákvæð áhrif tónlistar eru á fólk og hefur náttúrulega gaman að tónlist og mikið ynda tónlist og tónleikum og svoleiðis, en svo sé ég líka mjög mikil jákvæð sálræn áhrif, ekki bara fólk sem atvinnumenn í tónlist, heldur bara þá sem að stunda tónlist, njóta tónlistar og eru líka virkir þáttakendur í tónlist. Og núna til dæmis má setja þetta alveg samhengi við Guðlan september, að það vitundavakning geðræn málefni og nú þetta þunglindi og kvíði, þetta eru mjög stór vandamál í okkar samfélagi og líka fólk sem að taka sitt eigið líf eða stundar sjálfskaða, alls konar fólk sem á við mikla erfiðleika að etja, og menning náttúrulega rosalega stór þáttur í því að gera líf bærilegra fyrir fólk sem á við alls konar vandamál að etja. Þú veist, hvar væru við án menningar? Hvar væru við án tónlistar, ritlistar, kvikmynda, dans, myndlistar? Þar svo mikil tjáning, það svo mikil útrás og mikil tjáning. En ef fólk hefur ekki aðgang að menningu, að þá getur ekki fengið þessa útrás. Og bæði náttúrulega hægt að njóta menningar, en það líka hægt að vera virkur þáttakandi. Og ef við setjum þetta í samhengi við til dæmis söng, að þá hafa verið gerðar margar vísindalega rannsóknir á því hvað gerist þegar við syngjum. Að þegar við syngjum þá framleiðum við endorfín og oxytocin, þannig að söngurinn gerir okkur glaðari. Og þannig að það næstu, þú veist,
já, á ég fara í sálfræðitíma að fara í söngtíma, skilur þú veist, það eru margir og það eru margir sem að stunda söngnám sem að segja bara, ég verð bara að mæta í söngtíma því að þú veist, það bara gerir mér svo óbúslega gott, það er svo gott fyrir sálarlífið, auðvitað náttúrulega líka mjög gott að syngja í kór, þannig ég líka hvet fólk til þess að gera það og það er náttúrulega frábært, en ef þú vilt syngja ennþá betur hvort sem það er sem einsöngvari eða kórsöngvari, að þá gagnast þær því náttúrulega mjög mikið að fara í söngnám og læra og svo ekki ertu bara að læra að beita röddinni, heldur líka að lesa nótur, koma fram, auka sjálfstraustið, túlka, kafa í texta og ljóðlist er náttúrulega líka mjög mikil útrás fyrir okkur. Við kannski sjáum okkar sálarlíf endurspeglast til dæmis í ljóðlist og þá kannski, og þegar við förum í leikhús eða við hlustum á tónlist eða við framkvæmum einhvers konar list sjálf, það verður einhvers konar svona katharsis, einhver útrás sko, sem við fáum og sem að gera okkur gott líka sálarlega. Þannig að sko, að bara svona minni á það sko við stjórnvöld og þá sem að halda utan peningana að auðvitað að þú veist sko að hvað list og menning er rosalega stór hlutur í geðrækt. Og hvað er mikilvægt að stunda menningu og listir til þess að bara hafa það, þú veist, til þess að eiga betra líf og auðvitað er náttúrulega mjög mikilvægt, þú veist, framleiðni og skapa verðmæti og peninga og allt það, en svo hugsa maður til hvers samt. Þú veist, erum við ekki að leita að einhvers konar hugarástandi og þetta, og jú, auðvitað við viljum náttúrulega öryggi, við viljum, þú veist, við verum að búa í húsi, borða mat, það verður að vera heitt og svoleiðis, en svo þurfum við líka eitthvað meira, við erum ekki bara manneskjur sem að bara lifa á því, við þurfum líka eitthvað sálrænt, við þurfum menningu, við þurfum eitthvað til þess að pæla í, eitthvað sem er ögrandi, sem er skemmtilegt, við þurfum að fá útrás og bara fá að vera manneskjur. Og má ekki segja að einmitt þetta sko gerir listina svolítið öðruvísi atvinnuveg heldur en margan annan atvinnuveg að við erum ekki bara að tala um störf, við erum ekki bara að tala um starfsgreinar, við erum líka að tala um eitthvað sem glæðir líf einstaklinga og þjóða, lyftir lífi okkar upp á hærra plan og það kallar á sérstakann stuðning í góðum menningarlöndum. Nákvæmlega. Er það ekki? Jú, þannig að til þess að góð list verði til þá þarf náttúrulega að leggja rækt við hana og þá þarf náttúrulega að leggja fjármagn í listnám og í listirnar og bæði náttúrulega í listræn verkefni en svo líka í menntunina sjálfa og ekki draga peninga út úr henni til að setja í eitthvað annað sko, þú veist, til þess að við svona setjum þetta í samhengi að þetta er mikilvægt mál fyrir sko, þú veist, fyrir allt þjóðfélagið að þetta nám sér til að það sé virt, að það sé styrt og svo líka annað sko, sem ætti náttúrulega runni að efla það því að sko, og veita líka fleirum aðgang, það sem við höfum líka séð er að nú eru náttúrulega innflytjendur og nýbúar mjög stór hluti af íslensku samfélagi en ekki jafn stór hluti af tónlistaskólanum, af tómstundaiðkun og ég hef líka séð þetta reyndar í sambandi við íþróttir og það er náttúrulega mjög mikilvægt að þetta fólk til þess að það aðlægist íslensku samfélagi og verður hluti af okkar samfélagi og tengist öðru fólki og svoleiðis verður ekki félagslega einangrað. En svo kallar inngilding. Já, nákvæmlega. Fyrir inngildingu nýbúa að þeir hafi aðgengi að þessu. Þeir hafi, og þar meðtalið þeir hafi aðgengi að tónlistarnámi. En það er sko í Söngskólanum í Reykjavík að það eru alveg líka, sko það er ekki bara þú veist, Íslendingar sem eiga íslenska foreldra, það eru alveg krakkar, þú veist, ýmsum þjóðurnum og svoleiðis, en við myndum samt vilja sjá fleiri. Og ég myndi líka vilja sjá bara í þjóðfélaginu eitthvað svona sérstök sko listræn verkefni sem myndi miða að því að gefa nýbúum aðganga menningu á Íslandi og til dæmis, ég nefnir bara sem eina hugmynd, ég hef ekki tíma til að gera þetta sjálf en það eru einhver sem geti gert það, til dæmis að vera með kór fyrir nýbúa eða innflytjendur eða flóttamenn. Nú þekki ég fólk sko í London, það er náttúrulega ekki að sama, þú veist, flóttamaður eða þú veist, nýbúi innflytjendur, náttúrulega alls konar, bara fólk frá alls konar löndum sem kemur að mismunandi ástæðum til Íslands. En til dæmis kór þar sem að fólk gæti sungja á íslensku, fólk sem er af erlendum uppruna og
lært íslensku í gegnum söng vegna þess að sko ég þekki það sem söngkona hvað ég hef lært mjög mikið erlendum tungumálum á því að syngja á erlendum tungumálum. Og ég lærði, þetta lærði náttúrulega íslensku, dönsku og ensku í skóla og svo lærði ég frönsku og þýsku í MH og svo fór ég í ítölsku hjá hérna Pála og Turki í málaskólanum Mými. Svo reynda giftist ég Spánverja sko þannig ég hef betur lært kannski spænsku en hérna þannig að ég þetta læra hana seinna. En sko ég byrjaði raun ofta á því að syngja á tungumáli á þess að kunna tala það. Svo þú veist laði ég mig fram við, og ég var reynda búin að læra líka eitthvað í þýsku og frönsku áður og svona en þú ferð að skilja tungumál svo miklu betur þegar þú syngur á því. Og líka þegar þú syngur að þá ertu þá það tungumál sem þú ert að fást við ljóðlist sem að er náttúrulega yfirleitt mjög falleg list og það verður að nota tungumálið á mjög svona skapandi hátt. En allavega þú lærir orðaforða, þú lærir líka framburð, þú lærir að setja orð í samhengi, en þetta líka með framburðin sko. Og það annars sem við lærum í söng að það að skerpa eyrun fyrir mismunandi ljóðum. Hvernig, þú veist, talar Þjóðverji, hvernig talar Frakki, hvernig talar Ítali og svoleiðis. Þannig að þú veist að ég opna eyrun fyrir því, reyna að herma eftir því og að því leyti þá ég að þjálfa, þú veist, varirnar, tunguna, kjálkan og allt til þess að setja líkamann í þá stöðu að geta framleitt þessi hljóð. Og þannig að við náttúrulega Íslendingar lærum rosa mikið sko bara jafnvel krakkar þú veist bara af tónlist þú veist í ensku og svona auðvitað lærum náttúrulega líka af YouTube og kvikmyndum og sjónvarpsþáttum og allt það en allavega ég held að sko að þessi möguleiki til þess að læra tungumáli í gegnum söng má alls ekki vera vanmetin og þetta svo auðveld leið til þess að kenna fólki tungumál þú veist með hópa fólki þetta ódýr leið, mjög ódýr leið ef þú ert bara með eitt kórstjóra skilur, og svo ertu bara með kór og fólk að læra lög og syngja þau saman og það gaman þú veist, fólk vegna þess að það verður oxytón framleiðsla, það verður endorfín framleiðsla þú byrjar að anda með öðru fólki sem líka annað sem gerist, þú ert að syngja með öðru fólki þá þú andar á sama tíma og svo verður hljóðið til sem endar mjög svipað því sko, nú ég mikill aðdáandi jóga fyrir ekki þess að var úr einu annað en ég setja samt í samhengi vill með bara í jóga sem mikið gert svona þú veist, fólk að fara í jógatíma það byrjar kannski á smá hugleiðslu og kannski öndunaræfingum, þetta mjög tengt söngnum og svo ómi þar sem allir anda saman og svo og það verður þessi titringur það eitthvað við þetta hljóð sem hefur svo góð áhrif á okkur, svo slakandi áhrif þess vegna hefur þetta verið notað í mörg hundruð ár vegna þess að það verða til þessar hljóðbylgjur sem hafa svona slakandi áhrif og kórsöngur bara sko stærri útgáfa í rauninni af ómi það að segja þú ert ekki bara að syngja þú ert að syngja texta og heilu lögin og allt það en fólk að anda saman og hjartslátturinn fer svona nálgast hjartslátturinn í manneskjunum sem við hliðina á þér þú ert farin að sko anda með manneskinu sem við hliðinu og þá ertu farin líka að mynda tengsl og þetta verða rosalega sterk tengsl á milli fólk sem að syngja í kór vegna þess að raddirnar hljóma saman fólk anda saman, hjörtun fara svona samstillast, mætti segja bæði líkamlega og andlega og þannig að og fólk verður oft mjög góði vinir þeir sem að syngja saman í kór þess vegna segi þú veist, þetta ekki sko fullkomin leið til þess að bjóða fólk velkomin til Íslands þú veist, leyfa að læra íslensk lög og syngja saman og læra þannig tungumálið og líka náttúrulega styrkja þá sín félagslegu tengsl og svoleiðis og gera eitthvað gott, eitthvað uppbyggjandi þú veist, við tíma sinn og þetta mjög ódýrt en annað, því að ég veit að þú hefur líka áhuga á sko, og við vorum að ræða áður en það viðtal hófst, þú bara stoppa mig við tala mikið. Nei, bara gera svo, það bara heillandi að hlusta á þig. Ok, en þá varstu að ræða sko þann vanda sem hefur komið upp á Íslandi sem það vanda tónlistakennara á Íslandi. Já. Og það ein brotalömin já, það ein brotalömin önnur að það vantar tónmentakennara á Íslandi ég lærði sjálf í gamla daga sko í tónlistarskólanum í Reykjavík sem ekki til lengur en varð í raun að menntaskóla í tónlist og á sama staði Skipholti 33 og þar var hægt að læra að vera hljóðfæraleikari og söngvari og það var líka hægt að læra að vera tónmentakennari og hvað það að læra að vera tónmentakennari það þú lærir á píanó, þú lærir söng þú lærir að stjórna kór og maður sem ég þekki til dæmis lærði að vera tónmentakennari í Sibeliusar-akademíunni í Finnlandi í Helsingi og þar þú veist lærir þú lærir á þitt hljóðfæri svo lærir á auka hljóðfæri allir þurfa að kunna píanó þú lærir að lesa hljóma stjórna kór, stjórna hljómsveit útsetja tónlist
tónlist líka, vinna með hópa, það svo rosalega margt sem lært í þessu námi. Stundum það líka upptökutækni, þannig að fólk sem fer í gegnum þetta nám, það getur orðið tónmyndakennarar, kórstjórar, tónlistakennarar. Þetta fólk fer líka mjög oft út í poppið líka. Það verða framleiðendur, pródusentar, fólk sem í hljómsveitum, að útsetja fyrir aðra og svoleiðis. Svona gríðarlega svona praktísk alhliða kunnáttu. Já, það ekkert svona nám á Íslandi. Nei. Það algjör vöntun á svona námi á Íslandi. Og þegar tónlistarskólinn í Reykjavík hætti að vera tónlistarskólinn, þá bara var ekki tónmyndakennaranám. Listaháskóli Íslands ákvað að vera ekki með þetta nám. Og það ekki hægt að læra þetta í menntaskóla í tónlist. Og eina kórstjórnanámi sem þú getur farið í á vegum Tónskóla Þjóðkirkjunnar. Og sem alltaf bara frábært að skuli vera til þar. En það ekkert almennilegt tónmenntakennaranám á Íslandi. Og það svo mikið vöntun á þessu. Vegna þess að þetta svo frábært nám og þannig getum við líka búið til svo marga góða tónlistamenn sem getur unnið við svo margt. Já. Og eina afleiðingu þessa að það vantar mjög mikið tónmenntakennara inn í skólana. Já. Þetta alls konar tónmyndakennarar og fólk sem kannski með tónlistamenntun og ýmsu sviði en ekki alveg sérhæfingu þessu. Það var í Listaháskólanum það var leið sem búið að leggja niður núna sem var skapandi miðlun og ýmsir sem eru kórstjórar í dag lærðu þar og fóru í gegnum það nám eins og Hildegun Einarsdóttir eða Lilja Dögg söngkona eða Sunna Karen sem með barnakórinn í Langholtskirkju en það ekkert svona nám í dag. Þetta algjör skortur á þessu námi. Ég skil bara ekki að þetta skuli ekki vera til. Þetta svo mikilvægt. Þetta mikilvægt fyrir tónlistamenn og þetta mikilvægt fyrir bara samfélagið allt. Og þú sagði hvað verið auðvelt að búa til svona tónlistamenn sem geta bara gengið inn í rosalega mörg störf. Og líka þá að það væri til dæmis kór í hverjum einasta skóla. Það ekki í dag. Nei. Það ekki kór í hverjum einasta grunnskóla og það heldur ekki kór í framhaldsskólanum og þeir kórar sem hafa verið í framhaldsskólanum hafa dreigð saman. Það einn algjörlega blómstrandi kór og það kórinn í menntaskólanum við Hamrahlíð sem Hreiðar Ingi Þorsteinsson stjórnar. Frábær kór. Og það eru 60 krakkar sem var í inntökupróf til þess að komast inn í þennan 90 manna kór. Þú sér áhugann, rosalega mikill áhugi. En þannig að það eru mjög margir sem komast ekki inn. Myndi ekki vera meira áhugi fyrir svona kórum annars þar, það held ég, en það vantar bara fólk. Það vantar fólk sem getur leitt þetta og fær líka náttúrulega borgað fyrir að gera það. Og það vantar líka skilning hjá yfirvöldum hvað þetta mikilvægt fyrir samfélagið. Þetta svo auðveld leið, þetta svo ódýr leið og hún getur skapað svo óbúslega mikið, svo mikið menningarleg verðmæti, geðræn verðmæti, félagsleg verðmæti fyrir samfélagið. Einmitt þessi ábati samfélagsins, hann finnst mér mjög lítið í umræðinni. Já. Og við erum orðin svo efnislega þenkjandi, við erum vönið að geta rent einmitt öllu í gegnum bara einhvern Excel og metið útkomuna eftir einhverjum tölum og þarna finnst mér sem 60 kalli sem hefur nú alltaf fylgst svona sæmilega vel með listalífinu hérlendis, tel ég og jafnvel utan landsteinuna að það hefur orðið svona ákveðið skilningsrof. Já. Og mér veist ekki margir til dæmis þingmenn vera að tala fyrir þessu. Hér var fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins daginn, Vilhjálmur Bjarnason og hann talaði svona bara menningarlega fátækt sem hefði svona byrjað að skapast fyrir nokkrum árum inn á Alþingi. Ég var að vitna í þessa skýrslu sem sýnir það að tækifæri til sæmilegs efnahags hjá þeim sem að fara í háskólanám, tengt listnámi eru önnur og minni heldur en hjá öðrum. Þú nefnir alls konar áhugaverða hluti eins og með það að fólk sem með ákveðna kennitölu að það get ekki lengur haldið farið í manstu eftir lastu smásögu Þórarins Eldjárns miðaldra mann sem að fór að læra á blokkflautu hjá blokkflautukennara. Nei, ég hefur greinilega að lesa hana, ég held mikið upp á Þórarinn Eldjárn. Já, líf hans breyttist með mjög dramatískum hætti við það, en sem sagt blokkflautukennari, hún ólíkleg núna til þess að vera í aðstæðum til þess að kenna miðaldra manni á blokkflautu, samanber það sem hún sagði áðan. Og svo það sem skrýtnast í þessu öllu það að ég gluggaði nú aðeins í svona gögn aftur í tíman, rannsóknir og svona
og það var til dæmis gerð skýrsla árið 2002 það að framlag menningar og skapandi greina til verðmætasköpunar á Íslandi sem Ágúst Ólafur Ágústsson hagfræðingur vann. Hún sagði að beint framlag menningar og skapandi greina hér á landi nam þá 3,5% af landsframleiðslu eða 150 milljörðum króna árið 2022 fyrir þá sem skilja bara tölur og skilja bara efnahagslegar stærðir og opinber fjárfesting 1 krónu í menningu og skapandi greinum verður að 3 krónum í hagkerfinu þegar allt tekið saman. Þú ert búin að renna yfir nokkra þætti, við getum séð fram á lægri heilbrigðiskostnað ef fólk meitt fær útrás fyrir drauma sína og sköpun og sínar ástríður og tengist og allt þetta. Minni kulnun og allt þetta. En það ber svolítið alltaf sama brunni að hér eru við að ræða saman ég og þú og jú vonandi kannski sjá nokkur þúsund þetta viðtal. Kannski einhverju 10.000 en við tölum og það svona alltaf einn viðtalsþáttur og það birta skýrslur en það gerist ekki neitt. Nei, þetta náttúrulega í höndum stjórnmálamannana. Mér finnst líka áhugavert þegar eins og segir stundum þurfum við náttúrulega að koma með tölur til þess að fólk skilji hvað við erum að tala Já, og það þarf að setja þetta í efnahagslegt samhengi. Já. En þú veist, ef það þarf að gera það, þá þarf bara að gera það, þú veist, og það fínt. En við verðum samt líka að muna að þegar við erum búin að mæta okkar frumþörfum sem bara að, þú veist, eiga húsnæði til að búa í, föt til að vera í, þú veist, við erum með hita, við erum með mat og jú, menntun og aðgengi heilbrigðisþjónustu og svona ákveðna hluti að þá eitthvað meira sem við þurfum og við græðum peninga og þú veist, þegar við erum búin að mæta þessum þörfum að þá, þú veist, viljum við kaupa okkur eitthvað meira. Við viljum, þú veist, kaupa okkur einhvern flottan bíl, skiluru, og æðislegt sófasett, eða þú veist, einhver rosalega flotta skarkgripi eða þetta og hitt, og fara í utanlandsferð og svoleiðis. En þú veist, að hverju erum við að leita? Við erum að leita að einhverju hugarástandi sem að gerur okkur hamingjusamari, hvort sem að það þá í einhver þú veist, í lengri eða skemmri tíma. En þegar við erum að kaupa hluti, að þá erum við að leita hugarástandi. Og þannig að þetta hugarástand kostar peninga en það líka hægt að komast í þetta hugarástand nú ég ekki að tala að taka eiturlyf eða drekka áfengi en það hægt að komast í þetta hugarástand líka aðra hluti og það fólk sem nýtur með mikið lista og menningar getur komist í svo gott hugarástand annarkvort með því að njóta lista og menningar eða með því að vera virkir þáttengundur í því. Tónlist og nirvana það bara beintengsl. En líka það því ríkara sálrænt líf sem þú átt því minni þörf hefur fyrir að segja kannski aukapeninga skilurðu, að þú veist að það er náttúrulega svo mikið bara innblínt þú veist á hagvöxt og við erum alltaf að vaksa og allt verður að vera stærra og meira og þú veist og ég til dæmis með líka stjórna tónlistarhátíð sem heitir Sönghátíð í Hafnarborg og ég fæ oft þessa svona spurningu eru það að stækka til dæmis og ég hugsa ég vil raunin ekki að við stækkum ég vil bara að við séum góð bara þú veist að við séum betri en við þurfum ekki að vera stærri. Það kom svona korporísku hugsun inn í þú veist allt þarf að stækka og allir þurfa að vera ríkari skilurðu, en til hvers, þú veist við erum að leita að hugarástandi og þetta, og þú veist ég held að sé bara rosalega mikilvægt að að líka að muna þetta og að ef að þú getur komist í þetta hugarástand á, skulum segja, jákvæðan hátt sem ekki með einhverjar slæmar afleiðingar, þess að segja, þú veist, ekki með því að taka eiturlyf eða, þú veist, drekka okkur blind full, þú veist, og sjá eftir á. Heldur hugarástand, sem við komst í jákvætt hugarástand á jákvæðan hátt og sem að endist líka einhver tíma, að þá höfum við ekki jafn mikla þörf fyrir alla þessa auka peninga. Og alla þessa sóun, þú veist, og þá erum við náttúrulega líka komin út í ennþá stærri hugsun sem bara náttúran, umhverfið, jörðin, þú veist, bara að við erum bara eyða og kaupa og framleiða og henda, þú veist, og fá nýja flík til að komast í gott hugarástand, hendinni svo, þú veist, kaupa ykkur hlut til að komast í gott hugarástand, hendunum svo, og svo leis. Þannig að þetta er líka hluti af miklu stærri
mynd. Það að segja sko, þú veist, menningin og gera sér grein fyrir hvað hlutinir eru, hvað okkar hugarástand til hvers eru við, hvað eru við að reyna, þú veist, hverju eru við að reyna að áorka, eru við bara að reyna að, þú veist, að byggja okkur píramíta sem við getum svo legið í sem múmíur seinna meir, sko, þú veist, ég vona svo opaslega rík í þessu lífi. Það mjög góð spurning. Já. Þú veist, og mér finnst það alveg svona svolítið góð mynd fyrir hvað það að safna bara verðmætum, sko, á einhvern sko hátt sem að skila svo engu. Eða þú veist, jú, þetta eru píramídnir náttúrulega mjög flottir og allt það og hérna og Egyptaland flott land og svo leið. En sko, þú veist, ég líka bara koma og þú veist, kemur út til þessu frjálsverslun og þetta fólk, þú veist, það með 6 milljónir á mánuði og þessi og ég veit ekki og það rosalega mikið mjög ríku fólki hérna í Íslandi. Og maður hugsa sko ok, en þú veist, hvað með að setja þessa peninga í eitthvað sem skiptir einhverju máli, eitthvað sem að skilur eitthvað eftir sig. Og þá komum við líka öðru að það mjög mikið svona vöntun á sko menningu á Íslandi hjá fólki sem að býr yfir miklu fjármagni að veita fjármagni til dæmis í listir og menningu. Nú, þú veist, sko, núna það er hægt að hérna vera með sko að þú veist að gefa til líknarfélag og svoleið sem eru á sko hérna, hvað þú getur fengið skattfrádrátt. En hérna, en þetta þyrfti líka að vera miklu sko, gert í miklu ríkari mæli líka bara í menningu, þú veist, í listaskóla, í hérna menningarverkefni og svoleiðis. Þetta náttúrulega ríkið, þú veist, veitir peningum í þessa hluti. Það helstu peningamenn að reisa sér einhverja svona minnisvarða í leiðinni. Já, en hvað með að reisa sér einhverja svona hérna styrtarsjóði, þú veist, auðvitað hefur þetta alveg verið gert. Ég er ekki að segja að fólk hafi ekki gert þetta, en það mætti vera í samt miklu ríkari mæli. Þú veist, að fjárfesta í einhverju sem hefur eitthvað svona gildi í sjálfu sér, en ekki bara eitthvað til þess að sýna ríkidæmi. Öll listasagan meir og minna mörkuð af stuðningi auðugra. Nákvæmlega. Og framgangur mjög margra listamanna hefur staðið og fallið með sponsi eða fjárhagslegan styrk. Þannig að við skulum hvetja ef það einhverju auðmenn. Hvað get ég gert í peningarnir mínu? Það sé fjárfestu í menningu og listum. Og sko, því að þarna komum við líka að öðru atriði sem að sko spurningin ber þetta sig. Sko, þú veist, hérna og svo krafa sko að menning eigi að standa undir sig fjárhagslega. Það er að segja að setja menningu inn í sko heim, svona hagfræði heim þar sem að hlutir eiga bara að borga sig. En þú veist, eins og þú minnist á sko, þú veist, bara menningarsöguna, hérna, borgaði það sig, sko, þú veist, fyrir Mozart og Bach sem sín verk. Þú veist, nei, það voru bara fjársterkir aðilar sem borguðu þeim til þess að sinna því sem þú voru að gera. Og þetta hafi verið fjársterkir aðilar í gegnum tíðina, þetta hafi verið sko, þú veist, konungar eða bara hirðin eða kirkjan náttúrulega mjög stóru leyti sem að hefur svona lagt peninga í mjög stór listaverk sem eru hluti af okkar menningarsögu. Og hérna, nú ég óperusöngkona og hérna ég er söngkona en ég með masterspróf í klassískum söng og tók svo 2 ára óperunám eftir það og hefur sungið í óperum og svo leiðis. Og óperan sko í rauninni svolítið gali listform að því leyti að hún getur ekki borið sig. Ópera bara ekki kommersial listform. Þetta svo ofboðslega dýrt listform. Þú veist með sko, heila symfóníuhljómsveit, svo með einsöngvara og kór og leiktjöld og ljós og það verður að vera stór hús og svo leiðis. Og þetta sko stórkostlegt listform sem getur verið svo stórkostlegt þegar það það og maður fer í óperuna og það kemur allt saman. Það kemur sko, þú veist, koma bókmyndir, tónlist, leiklist, myndlist, skúlptúrlist, þú veist, það svo margt sem að kemur saman á einu stað. En þetta alveg ofboðslega dýr list þegar hún svona, þú veist, in its splendor eins og maður myndi segja kannski hérna á ensku. Og ber sig alls ekki. Enda hérna var, þú veist, óperulist ekki til sko bara úr engu, þú veist, þetta svona mætti segja nokkuð svona elitu list eða list hirðarinnar og svoleiðis en tengist líka þeirri list sem var svo í gangi á sama tíma í hérna kirkjunni með sko með fjárhagsaðstoð frá kirkjunni og svo eru óperur og óratjur, þetta nú svona lengri saga kannski að fara út í. En hérna en óperan er samt gott dæmi listform sem er stórkostlegt en sem ber sig ekki. En það
en það hefur samt sko virði í sjálfu sér vegna þess að sko reynstans þú getur fengið með því að sjá frábæra óperu eitthvað svona stórkostlegt það sem allt kemur saman og hefur þennan effekt það sem hörur bara hvernig gat sko maðurinn sett allt þetta saman, mannskepnan skilurðu, þegar svona marga listgreinar koma saman í eitt risastórt listform en þarna náttúrulega sko, þú veist getur ekki sko efnishyggju hugsunin ráðið för. Nei, en eigum aðeins að stíga inn í þetta kannski beint eða óbeint sko að þú sagðir í athugasendinni svo förum aftur heim til auðu fermetrana í athugasendinni hjá Degi B. Eggertsinni. Skólagjöldin standa núna undir öllum húsnæðis og rekstrarkostnaði tónlistarskólana. Skólagjöldin eru allt og há, sérstaklega fyrir barnmargar fjölskyldur sem eru með börnin sín í alls konar tómstundum, íþróttum og listnámi. Og mér finnst mjög gott að þú skulir sko upphátt nefna efnahagslega stéttaskiptingu sem kemur í veg fyrir að sum börnin okkar fái að leyfa draumum þeirra að rætast sem eitthvað sem við viljum ekki að sé í þessu ríka landi okkar sem að smjör drýpur af hverju strái í auðlindalegu tilliti og ættu nefnilega öll að geta haft það ansi gott en á sama tíma og þetta staðan þá erum við að tala óperu, við erum að stíga skref með þjóðaróperu og maður svona spyr sig, já, það frábært en það ekki síst sko lágróðurinn og litlu sprótarnir og börnin og unga fólkið og skilyrði okkar til vaxtar hvað varðar þá sem yngri eru, við þurfum ekki síður að hlúa því en að ákveða að hlaða í þjóðaróperu, það kannski ég veit ekki hvort ég á að segja að rekist eitt og annars horn en það mætti vera meira samræmi í þessu, það mætti vera aðeins svona meiri heildræn hugsun. Þetta stendur allt saman sko. Þetta stendur saman en það eitthvað sem hefur leitt til þess að til dæmis ef ég fer bara marga áratugi aftur í tímann og það breytti lífi mínu alveg svakalega mikið þegar var stofnaður tónlistarskóli í Mývatnssveit og ég fekk að læra fyrst á blokkflautu, orgel og svo píanó og píanó var hljóðfæri mitt og á þessum tíma þá eru þetta nánast frítt út allt land tónlistarskólar, það svo lággjöld fyrir foreldra að senda börnin í tónlistarskóla að það tekur því varla að nefna það en núna allt önnur saga uppi í staðis að þetta sé svona eitthvað sem að jafnaðartæki sem að öll íslenska þjóðin og hvar sem við búum eitthvað sem við svona sláum okkur upp á og eru ánað með þá varst þú einmitt að tala það áðan að Reykjavík kannski dregur lappirnar í þessu og svona misskipting, efnahagsleg misskipting hvernig skildi standa á því að við fórum út á þessar villigötur eftir alveg sko stórkostlega tíma áratugi sem að manni fannst einmitt að við öll ættum tækifæri og maður sá glampa í augum svo ótalmargra sem að höfðu aðgengi að listsköpun sem að virðist vera þingra undir fæti núna. Sko, ég verðindar að segja Reykjavíkurborg bara til að gæta sannmæli og svo svoleiðis, segja Reykjavíkurborg það til varnar að sko skólahljómsveitirnar eru mjög ódýrar í Reykjavíkurborg. Og það eru það ódýrar að senda barnið sitt í skólahljómsveit að frístundastyrkurinn coverar þau gjöld. Já, það frábært. En aftur á móti kemur að sumar skólahljómsveitirnar eru með 200 börn á biðlista. Já, það ekki eins gott. Þannig að þú veist, það svona ástandið sko hjá þeim. Þannig að skólahljómsveitirnar eru sem sagt blásturshljóðfæri. Og trommusett, ég vona ég sé ekki fara með randmál, en það ekki strengjasveitir til dæmis. Þú eru ekki sendt barnið í skólahljómsveit að læra á fiðlu og selló. Þá þarf það að fara í tónlistarskóla eða læra söng. En og líka eins og minnist á sko að þú veist, og hér farið að stofna sko óperu eða skulum við segja að það verið að setja óperuna inn í sko stabílt form.
sem er rosalega mikið gleðiefni vegna þess að Íslenska óperan var sko stofnuð af miklum eldhugum sem að lögðu rosalega mikla vinnu í hana og mikla sjálfboðavinnu til að byrja með sko og hérna bæði stjórnendur og líka söngvarar og kórinn sem að söng launalaust í mörg ár og svo leiðis og svo var þetta svona meiri atvinnustarfsemi en Íslenska óperan var sem sagt sjálfseignarstofnun og var alltaf á styrkjum frá ríkinu og svo kom í ljós að það verið ólöglegt að ein stofnun væri alltaf bara á styrkjum frá ríkinu á þess að vera í rauninni ríkisstofnun eins og Þjóðleikhúsið og hérna þannig að það var í rauninni lagaleg þörf til þess að að setja þetta í rétt form og sem betur fer var það samþykkt á Alþingi og nú er búið að auglýsa stöðu óperustjóra lausa, það verður bara mjög spennandi að sjá hver tekur við þeirri stöðu og óperan mun vera innan Þjóðleikhússins sem alveg rosalega sparnaður, þannig ég vil líka bara svona benda fólki á sko ef hvað að stofna óperu núna þegar vantar peninga í spítalann, þetta er rosalega rekstraleg hagræðing. Og því að það verið að nýta stöðdeildir Þjóðleikhússins, það verið að nýta sko þú veist bara deildir sko í varandi sviðsmynd, búninga, leikmuni, markasetningu, miðasölu, starfsmannahald og svo leiðist. Þetta bara, þú veist, það er bara miklu meira vit í að hafa þetta svona. En svo verður samlegðar áhrif. Já, samlegðar áhrif, þannig að peningarnir sem að fara í óperu rauninu veru í óperuna sjálfa, í uppsetningarnar, í starfið sjálft en ekki í yfirbyggingu. Það þetta frábært. Já, sem bara miklu betri nýting á almannafé þannig að þetta bara held ég sjálf rosa mikið framfaraskref fyrir alla aðila og þar ekki eiga að vera þarna einhver föst störf bæði fyrir einsöngvara og fyrir korsöngvara þetta mun gerast svona smám saman og sem náttúrulega rosalega mikið gleðiefni og til fyrir mig sem skólastjóri söngskólans í Reykjavík að geta sagt við nemendum mína eins og þegar við settum skóla núna í haust að þú veist kannski muni einhver ykkar vera fastráðin sem sko söngvarar þú veist á Íslandi við óperuna sem náttúrulega bara frábært og það er svo mikilvægt líka fyrir nemendur að eiga sér einhverja fyrirmyndir og sjá fyrir sér einhverja möguleika. Hugsaðu hvað Laufey og Víkingur Heiðar er að gera gott mót hjá mörgu ungu fólki. Þetta eru svo rosalega sterkar fyrirmyndir. Já, stórkostlegar. Og eins og segir sko að sko ég myndi segja þú veist að í söngnum þá væri kannski óperan sko í klassíkasöngnum væri svona toppurinn á píramídanum skilur þú ert með allt söngnámi fyrir neðan sem að er í söngskólanum í Reykjavík söngskóla Sigurðar Demets Dómus Vox og svo í tónlistaskólanum á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni og svo er fólk sem að fer í framhaldsnám fer í háskóla hvort sem það er á Íslandi eða erlendis og svo þú veist og það er alltaf margir sem heldast úr lestinni alltaf sko og svo eru örfáður sem eru kannski eftir sem eru búin að fara í gegnum allt námið og fá eitthvað að gera þú veist og svo vonandi kemur þetta fólk hingað og fær starf við óperuna á Íslandi. Það er alltaf líka að vinna erlendis og svo leiðis. Þetta er eins og symfóníuhljómsveitir líka, Sinfóníuhljómsveit Íslands er toppurinn á píramídunum á Íslandi. En náttúrulega til þess að hafa þennan topp, Sinfóníuhljómsveitina, Íslenska dansflokkinn, Þjóðleikhúsið, óperuna, þá þarftu náttúrulega að hafa líka botninn á píramídunum. Þú þarft að hafa sko, þú veist, námið og allt áhugastarfið og bara fullt af fólki sem hefur tækifæri til þess að byrja í þessu öllu saman og svo er einhverjir sem að verða atvinnumönnum. En námið er ekki til þess að allir verði atvinnumenn, alls ekki. Námið er bara til þess að gefa öllum aðgang að þessu. Svo fólk getur líka uppgöta sjálft sig, hvað það vil gera, hvernig það getur þroska sig og þjálfa og til dæmis að þú ert að læra söng að þá nýtist það þér í svo mörgu öðru bara, þú ert að kannski tala fyrir framan hópa fólki. Þú eru kannski bara kennari eða stjórnmálamaður eða lögfræðingur eða leikari eða eitthvað og þú ert búin að læra hvernig á að standa, hvernig á að anda, hvernig á að styðja röddina, hvernig á að koma fram fyrir framan fullt af fólki, hvernig á að fara með texta hugsa texta líka skoða texta, hvað þýðir þetta, hvað er á milli línana túlkun og svoleiðis að syngja sem einsöngveri, að syngja með öðrum hlusta á aðra, vera í samskiptum við fólk að það er svo margt sem að lærist og svo náttúrulega líka alla tónfræðigreinar að læra að lesa tónlist og það er náttúrulega líka fyrir alla áhugakórun náttúrulega frábært ef það er fólk í áhugakórunum og atvinnukorunum náttúrulega nöðsynlegt en líka í áhugakorunum sem að kann að lesa tónlist sem er ekki bara að læra eftir eyrunu, það er alveg hægt að læra tónlist eftir eyrunu en ef þú kannt að lesa tónlist að þá náttúrulega bara, þú veist, færðu bakkóral og svo bara þetta syngi í gegn, þú veist, að þá getur bara farið yfir repertoár bara svona 1, 2 og 3 sko og þetta er náttúrulega rosalega mikill mannauður sko
fyrir landið að búa að svona menntun og svona bara kannski skemmtileg saga þegar ég gifti mig og maðurinn minn er Spánverji og brúðkaupi okkar var á Spáni og og þannig að það var mikið Spánverjum en það var líka margir vinur okkar sem komu frá ýmsum löndum og mínu svona bestu vinur komu frá Íslandi og það var enginn af þeim sko atvinnusöngvar, einhverjir leikarar og svona og hafa lært ýmislegt en í brúðkaupsveislunni þá stóðu öll upp og sungu sko íslenskt kórlag í 4 röddum bara eins og ekkert væri a cappella Spánverjandi bara hvað þetta? Og þau voru svo hissa og þú veist, og líka að þessi með vinir minni væri ekki atvinnumenn í tónlist en samt gátu sungið 4 radda og okkur Íslendingum finnst þetta kannski bara eðlilegt því það eru svo margir á Íslandi í kór hafa verið í barnakórum og kirkjukórum og kvennakórum og kallakórum og blöndum kórum og svo leiðis og fólk sem að kann að syngja í röddum en þetta er svo mikið gjöf að geta gert þetta og hafa gert þetta og kunna skilur allt röddina í þú veist, hjá leikri móðu eða eitthvað sko þú veist að eða augum mín og augum þín og geta bara, þú veist, bara staðið upp með vinnu sínum og bara sungið það að þetta er svo mikið menningaverðmæti, þetta er svo mikill auður og þetta er eitthvað sem við Íslendingar eigum og við erum rosalega mikil söngþjóð og ég var endurlega að hlúa því og það þarf að hlúa að því þetta sprettur ekki að sjálfu sér nei, það er að hlúa að því en það er líka að muna sko hvað þetta er mikilvægt til þess að geta svo, þú veist, sett peninga í það og hlúð að því og það þarf að hlúa betur að grasrótinni það þarf að hlúa betur að undirstöðunum við fögnum þjóðaróperu en á sama tíma þá auglýsum við eftir sterkari menningarlegri hugsun, fleiri málsvörum, menningar og lista. Við vonumst til þess að eftir 5 eða 10 ár þá verði búið að gefa út nýja skýrslu hjá Hagfræðistofnun Háskóla Íslands sem sýnir það að engin hópur fólks græði meira á háskólanámi en í listnámi. Já, vonandi, já, einmitt. Við viljum snúa því við. Já. Því að þetta skiptir eins og Katrín Jakobsdóttir, fundarstjóri í gær þegar þessi skýrsla var kynnt. Hún sagði að samfélagsáhrifin eru svo mikil af því að vel sé hlúð að listum og menningu. Þau eru ekki mælaleg, þau eru bara ómetanleg. Við getum eitthvað talað um peninga og allt það, en við viljum halda áfram að vera menningarþjóð og ekki síst núna þegar skammdegið sækir að veturinn framöndan. Menningin er bara lífsnauðsynleg. En kæra þakkir, Guðrún Jóhanna, fyrir mjög skemmtilegt spjall, áhugavert og við reynum að standa áfram vaktina. Einmitt, takk kærlega fyrir að bjóða mér. Og þá verður þátturinn ekki lengri í kvöld. Við sjáumst aftur annað kvöld í beinni útsendingu. Takk fyrir okkur, kæru hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin